Og áfram með smjörið í föstudagsþættinum. Það styttist í annan endan hjá okkur en við ætlum að enda þetta á tónlist og tala eins tónlist og þeir eru komnir til mín, Halli og Ívan, velkomnir. Takk fyrir. Þú ert með bistróið og fleira reyndar, ertu ekki líka með R5? Jú, ég að vinna á 2 stöðum. Já, og þú ert að tengja tónlistina svolítið mikið inn í þinn rekstur, ekki satt? Já, ég þeirra gæfið aðnjótandi að fá að vinna í Hofi. Og þar náttúrulega gríðarlega skapandi umhverfi. Já. Og mikið af rosalega flottu tónlistarfólki. Bæði lengra komnu og þeim sem eru kannski að feta sín fyrstu spor í tónlist. Og það lá eiginlega beint við að gera eitthvað með þessu frábæra fólki. Já, bara alveg frá upphafi. Já, og svo symfóníuhljómsveitin þarna og spilararnir í LA og ég að hitta þetta fólk daglega. Þannig að það var eiginlega ekki hjá því komist að fara að gera eitthvað saman. Já, virkja nýta þessa staði. Mannskap, já. Þannig að þið fóruð að stað með svona jazz og hamingistund, eða ekki? Jú, það nú bara minn persónulegi tónlistaráhugi liggur þar í blues og jazz. Já. Og að því ég ræð þá bara hafði ég það þannig. Já, þannig að það á föstudögum í Hofi, í bistróinu. Já, seinni partarnir áður maður fyrir heima elda. Já. Kíkja við. Já. Hlusta á góða tóna, en einnig á 50 dögum á R5. Já, og þetta búið að vera bara núna í hverju viku í einhver tíma? Já. Frábærar viðtökur og alveg við brosum hringinn. Já, ég hef heyrt að Hof hafi bara fylgst út af dyrum, oftar en einu sinni. Það alveg þannig. Það alveg magnað. Og það frítt inn yfirleitt. Já. Nefnum að sé eitthvað þess þá Við hefum svona fengið sverari kanónur kannski. Já. Og þá höfum við verið með afskaplega vægt gjald. Já. Svona rétt til þess að ná kannski fyrir ferðarkostnaði þeirra sem að koma langt að. Já, einmitt. Og Ívan, þú ert einn af þessum skapandi listamönnum sem hefur verið að sveima í Hofi. Þú ert þar í skapandi tónlistanámi og á öðru ári. Yes. Og nú eru þið að fara að halda eitthvað skemmtilega uppskeru hátíð. Segðu okkur aðeins frá. Sko, það náttúrulega alveg rosalega mikið af svona hæfileikaríkum og upprennandi listamönnum hana í tónlistarskólanum þessar myndir. Og þetta svona bara pínu slútið okkar á árinu því að það allir búin að vera svona eitthvað að bralla eitthvað í sínu horni. Það þetta mikil samvinna og allir að spila með öllum og allir að vinna með öllum. En þetta svona dagurinn sem við ætlum svona að opinbera allt sem við erum búin að vera að gera í rauninni. Þetta verður svona hálfpartinn expo, hálfpartinn tónleikar, þar sem allir verða bara með sína bása. Og ég til dæmis verð þannig með plötuna mína sem ég að gefa út með hljómsveitinni minni, Gringló, og verða að selja hérna þessa fínu bóli líka. Já. Ef þið sjáum mig á förnum vegi, þá ég að selja þessa bóli bara hérna, alltaf með nokkra með mér. Þannig að við ætlum bara að vera, sína það sem við erum að gera. Fólk verður með plötur, það eru nokkur búin að gefa út plötur, það ekki, á þessu ári? Eiginlega bara allir eða eitthvað? Sko, ég held að það sé alveg einhverja 5 eða 6 plötur bara in the making, sko. Og ætlið svo að vera að tróða upp líka? Já, svo ætlum við að fá að spila hjá honum Halla. Þannig í bistrónu, þannig að það verði einhverjir tónleikar. Skiptast á að fara þangað kannski? Já, algjörlega. Þannig að þetta verður í Naustinni sem sagt, núna þriðjudaginn næsta, 21. maí, byrjar klukkan 5, svona 5 til 7 cirka. Og þarna verður þetta að koma, það frítt inn. Þannig verður þetta að koma, skoða tónlistina, skoða allt sem fólki búið að vera að gera. Setjast niður, hlusta á tónlistina. Þannig að þetta verður bara svona algjörlega bara, touch and feel, sko. Magna. Og það náttúrulega eitt sem Hof hefur, það tónlistarskólinn sem bara í Hof. Sem svo held ég mikilvægt. Bara hjarta húsins, vil ég meina. Það alltaf líf. Og nemendur að koma og fara. Alveg niður í hvað? Er það að segja 2 ára, 3 ára og fylgur? 1.20. Já, 1.20. Alveg 1.20. Já. Ég ekki yngstu 6 ára? Jú, örugglega eitthvað svolítið, já, örugglega eitthvað meira aðeins yngri en það, sko. Ég held svona skapandi deildinni þetta, frá svona, ég veit ekki, 13 og upp í 40 og eitthvað ára, sko. Það alveg allur gangur á því, sko. Veistu hvað eru margir á skapandi deildinni? Ég veit það ekki alveg. Ég held að við höfum, sko, fyrsta árið sem ég á, sem alveg annað ár núna, ég held að við höfum örugglega verið kannski
ekki 15 þegar við byrjuðum með eitthvað leys, einhverju nokkru dottnir út og svo svipa á fyrsta ári, komið inn einhver 15 manns. Svona 20-30 mann sem eru í þessari deild. Já, ég ætla að skjóta á það, á þess að vita nokkuð það. Ég held það eitthvað svo leiðis. En hvað tekur svo fram, hvað tekur við hjá þér eftir þessa uppskjöruhátíð? Ferðu á 3. árið í skapandi tónlist eða? Já, svona, það var planið, en ég búinn að fá inngöngu í háskóla í Berlín, var að fara að læra þar tónlistaframleiðslu, þannig að ég Frábært til hamingju. Já, takk hérlega fyrir. Ég bara sleppi 3. árinu og dembi mig bara beint út. Ferði bara nám þar í staðinn. En það verið að halda áfram með skapandi tónlistarbrautina, þannig að það fullt af fólki að fara á 3. árið. Sko. En svo útskrifast það kannski? Já, einmitt. Þetta hugsað sem 3 ár. Hvað þetta langt nám í Berlín? Þetta eru 3 ár líka. Þetta allt í 3 árum. Heilu þrenning. Magna. Og ertu bara að fara að undirbúa flutninginn? Já, svona í hugan. Svona andlega? Já, svona andlega, sko. Undirbúa fyrir skólan bara og líka bara svona losa mig við dót sem ég hyggst ekki flytja með, sko. En kveðjupartí, ertu búinn að Nei, ég er ekki búinn að undirbúa það, sko. Veitum nokkra góða staði fyrir það. Já, ég á svo marga góða vina, ég ætla bara svona að leyfa þeim að koma mér á óvart, sko. Þeir náðu þessu, það ekki? Já. En hérna, er eitthvað breytingar í kortunum hjá þér eða ætlar að halda bara áfram upptökum hætti? Já, okkur langar bara að efla það sem við erum að gera. Þetta hefur verið viss tilraun. Það verður kannski örlítið stopult yfir hörðustu orlofsmánuðina. Já. Þar sem bæði tónlistarfólki fyrir frí og akureyringurinn, okkar harðasti kunni, hann fer kannski í frí. Eitthvað bregður sér að bæ. En við ætlum bara að halda fulla ferð áfram. Ég hef haft gríðarlega góða aðstoð eða öllu heldur tónlistarstjórn frá Andreu Gylfa sem nú líka í skapandi deildinni. Hún að kenna okkur þar. Heldur hún utan þetta svolítið? Já, hún svona límið og að svona fiska tónlistarfólkið fyrir mig inn á R5. Og svo hefur Philip Doyle, saxofónuleikari sem verið að spila svolítið með LA og Víðar. Hann hefur verið að hjálpa mig greiðlega mikið með veitingastæðin í Hofi 1862. Að fá frábæra djassara, það hefur verið svona jazzskotnara, meðan R5 svona blues og rock og alls konar. En þetta bara svo svakalega skemmtilegt og fólk svo svakalega ánægt með þetta að það ekki hægt að hætta. Nei. Það bara, maður nefnir það ekki á nafn, sko. Engin leið að hætta. Engin leið að hætta. Svo náttúrulega veðrið að verða svo gott, þannig að það er kannski hægt að færa þetta eitthvað út eða hvað. Já, við höfum gert það. Við höfum gert það. Við höfum djassað út á palli bara í 20 stiga hitta og sól. Já, næsari. Gæti orðið svoleiðis næstu helgi. Heyrðu, frábært að fá ykkur. Góða ferð til Berlínar. Já, takk fyrir það. Aldeilis magna. Við hvetjum fólk til að kíkja á þriðjudaginn milli 5 og 7. Þriðjudaginn milli 5 og 7 í Hofi, í Naustinni, uppskýruhátíð, tónleikar, bara gleði. Bara gleði. Og nýja uppáhaldshljómsveitin mín, Hans Kringló, eru svo líka í júní. Ég var nú bara að merkja það, ég var að lesa það bara á miðlunum. Já, 8. júní í Hofi, Svartabóksinu, útgáfutónleikar. Plugga því hérna í lokin. Kringló, já. Ég er svo heppinn, ég er alltaf í vinnunni og ég get svona lagt við hlustir þegar alltaf góð tónlist í vinnunni. Og þú ætlar að enda þáttinn fyrir okkur líka, Ívan. Já. Hvað ætlar að spila? Ég ætla að spila lag sem heitir Brother og er á nýju plötunni. Og já, fjalla svona svolítið hérna bræðra vináttu, bræðra ást. Já, áttu bræður? Ég á einn blóðbróður en svo ég marga svona bara hjartabræður, sko. Og þetta er eiginlega til þeirra. Frábært. Takk kærlega fyrir komuna. Takk. Og þannig ætlum við að enda þennan föstudagsþátt. Ívan Mendes ætlar að taka fyrir okkur lagið. Takk fyrir að horfa, sjáumst að vikuleiðinni, verið sæl. Sometimes your toss of the dice makes you wonder where you've been. Can't seem to drown those echoes from within. And sometimes days will come when skies, they don't look right.
You sleep all day and stay awake all night, but together we got what it takes to light the flame. In many ways so different, but somehow just the same. Hey brother, why do you look so sad? We got each other's back, look at all the things that we share. And if you falter, I'll pick you right back up. You know we're on a roll, there ain't no reason to stop. I know you think that I might have saved your life, but let me tell you, brother, so many times you saved mine. Still now you're gone from our cave, and life seems so unbearable. We're doing fine, but still it ain't the same. But I will wait patiently while you catch a shooting star. She'll teach you so much more than we learned so far. Let's use this time we have to waste. It would be such a shame. We both could make it far, but together we'll run the game. Hey brother, why do you look so sad? Got each other's back, look at all the things that we share. And if you falter, I'll pick you right back up. You know we're on a roll, there ain't no reason to stop. I know you think that I might have saved your life, let me tell you, brother, so many times you saved mine. You saved mine. Different rules, still the same game. We'll all fall through the cracks of time. So if it's fine by you, let me pull you through. You see your strength fails, just trust in mine. Just trust in mine. Brother, we'll get away.